Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Liverpool svona á góðu róli þessa stundina. Jafntefli gegn Manchester og stærsti útisigur í Evrópu frá ensku liði bara held ég frá upphafi í gærkvöldi, þannig að þetta ágætis móral í dag held ég, er það ekki, Magnús? Jú, þetta er náttúrulega 2 leikja podcast, þannig að við erum glaðir í dag eftir frábæran gærdag. Steini, þú ert á þínu stað? Jöp, bara 7-0 skapi. Herðu, og svo til að ræða Maribor-leikinn og þetta Liverpool almennt, þá höfum við líklega hann besta leikmann sem hefur komið í þáttinn hjá okkur og einhvern þann Íslending sem er mest vit á Maribor, er það ekki rétt? Þú er Ingi Valdimarsson. Jú, það er mikið rétt. Maður þekki þá bræður ágætlega. Það er í Maribor. Það ekki Radarsson besti leikmaður, þú verður ekki séð með spilin, ekki sendt. Þetta var akkurat beint að þér. Ég á betaspólur, ég á svartkvítar betaspólur sem ég get kannski sendt þér. Þú varst í ægja hátindi fyrir sinns, við skulum bara enda Viltu ekki alveg þetta að tala Selfoss Ægi einu sinni enn eða? Já. Ég vissum að Tóti er allavega ekki með þyngdapunktur jafn neðarlega á bakki. Ég þarf að senda ykkur þessar spólur. Gæti kennt mér eitthvað. Já, alveg klart. Tóti, eins og ég segi, þú ert Sveini sem hefur reynslega að spila á móti Maribor og það var frekar nýlega og kannski bara rétt að byrja að fara, við höfum oft rætt hann undanfarið að bíblan mun bresta hjá Liverpool, við erum búin að fá það mikið að færum undanfarið í þessum leikjum að á einhverjum tímapunktum mun þetta bresta og það gerist svo sannarlega í gær. Þú veist kannski bestur á okkur til að meta hvort að þessi leikur sagði meira gæði í Liverpool eða eins og margir að tala í dag að mótherinn hafi bara ekki verið betur en þetta. Ég held að það taki bara svolítið gæði í Liverpool að frekar heldur á hinn veginn sko, því að maður hefur nú spilað móti þessu liði og þetta er eitt af bestu liðum sem ég mætt, þannig að og maður hefur nú mætt kannski nokkrum að þetta var bara fara eitt af svona betri liðum sem ég hef spilað móti sjálfur sko. Þeir eru líka ekkert að stunda þessi úrslitnet hvorki í Evrópu, ég held að þetta er fyrstu enska liði sem vinnur leikarna á allan móti Maribor og hvort ef ekki Slóvenía. Jú, þetta er svaka völlur þarna og það er góð stemning þarna og það sést eins og þegar við spilum móti með núti, þetta voru 12 menn í staðinn fyrir 11 sko. Þetta var þvílík glæti og sama þótt að við náðum alveg að halda ágætlega í skefjum hann til að í fyrirháleik, spilum góðan fyrirháleik. En síðan svona sá maður að þeir voru ennþá að styðja og þótt að þeir voru ekki að ná að brjóta í sína móti íslensku liði sem er kannski þeir heldur fyrir fram að ætti að vera svolítið auðvelt. Þannig að þetta er bara virkilega gott fótboltalið og ég held að svona eins og talar að stíflan og Liverpool svolítið brotnaði mikið í gær en það er bara gott mál en þetta segir ekki svolítið mikið þá held ég svona heilt yfir. Skjótinni með þetta er mjög náttúrulega því Tóti talar að áhorfendur þar, ég er náttúrulega ekki viss það að í mörgum löndum í heiminum, þá myndi maður heyra í Sönglandi heimavallar áhorfendum í 0-5 stöðu á heimavalli. Þetta var ótrúlegt. Þetta er ég hélt okkur þegar kannski dundar svona eitthvað við þetta, held áfram 2-0, 3-0, 4-0, heldur hann að syngja, svo bara eftir hálfleik að það var alltaf á fullri ferð og það var þetta kannski rétt í blá lokin sem það var svona aðeins að detta niður háaðinu. Það virkaði alveg á mann að þetta væri alveg svaka gryfja og þeir töluðu með lýsendurnir horfðu á ESPN að það hefði verið bara mættir hálftíma fyrir leik að syngja og tralla, þannig að það var greinilega svona þeir að reyna að gera þetta einhverju gryfju, það ekki? Jú, eins og þegar við fórum hann út og þá við byggust við 8-9 manns og það rættist alveg eins og segi náttúrulega völlurinn gerði á tróð alveg fullur, ég man ekki hvað hann tekur kannski 10-12.000 eða 12.000 kannski held hann taki svona heilt yfir en eins og segi þetta var bara virkilega skemmtileg skilur og upplifað skilur að maður er nú spila á Íslandi og þá var bara púa á mann að það er ekki búið að skora til 10 mínútur sko, þannig að það er mikið. Þetta er ágætt en taki ekki alveg undir þetta, við skilum ekki stöðu til annars en þetta var það besta sem við séð frá Liverpool þráttur að mótherinn hafa kannski ekki verið, hvað segir maður svona veikastur á pappír af þeim liðum sem Liverpool var mætt í vetur? Algjörlega. Ég veit ekki, ég var ekkert urrandi í eitthvað, auðvitað reknaði maður alveg með því, auðvitað vitum við það að þegar Liverpool fer til Maribor, þá eiga þær alveg að vinna, en ég meina að þetta lið var nú ekkert svo sem búið að velta niður og deyja í þessum leikjum sem voru í þessum riðli áður,
auðvitað náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega handrit sem var skrifað fyrir okkur og við vissum það allir þriðja markið kom inn þá myndum við fá að heyra það í dag þegar við mættum í vinnuna á allir félögum okkar að menn var að spila við, hvað sagði Garðlendingar, spila við Haribo eða eitthvað svona, var að gera lítið úr þeim en fyrir leik, þú veist, ef við þá lustaði nú á þessa uppbytuna og þeir voru að draga upp einhvern nöfn sem hefðu verið undir smásan hjá stórum liðum og voru að rifja þau upp að þetta lið hérna hafi verið að taka úrslit og stig í Evrópudeildum og allt það, þannig að við vorum ekkert að spila við einhverja drullukuppa, sko, þetta voru bara leikmenn sem að klárlega ætlaðu að leggja sig fram, þeir kannski horfa ekki mikið enska fótbolta en ég veit að Heimir Unni Guðjóns þegar verið að taka á móti með Liverpool með F-fáliðis og Laugardalsvelli, þá var náttúrulega legið í vörn með 9 menn til að byrja með þeirra feill var nú kannski sá að þeir komið fullt framálega völlin þannig að, þú veist, fyrstu 2 mörkin svona eiginlega gáður okkur með því að hirða sér boltan á topp 3-unum og bara svona svolítið naív í upplegginu, sennilega ofmátuðir sína getið eitthvað en þetta var bara klassa leikur og svo sem ef við erum farin að tala leikinn svona í það heila þá náttúrulega fannst mér rosalega gaman að fylgjast með því þá náttúrulega þeir voru ekkert að draga úr varnarfærslum allan tíman eða þessum pakka öllum, þeir voru bara á fullir ferð og héldu áfram í 90 mínútur sem náttúrulega bara góð sviti og ég að ég spjallið í dag svolítið á mínu vinnustu var svolítið að menn náttúrulega að geyma þetta svona á hinsegin þennan leik og eiga eitthvað mörk inni en ég held bara gerir mér vonur það þetta þýðir það að menn séu komnir í bara, já, komnir með sjálfstraust í það að kæra þessa pressu upp sem var að gera því, hún var náttúrulega bara alveg geggjuð í 90 mínútur í gær. Það verður nú bara að horfa það bara í gegnum tíðina og bara síðast við vorum í þessari blessuðu Champions League og þá vorum við nú ekkert að slátra þessum liðum sem áttu að heita slakari á pappír heldur en okkar mennin. Þannig að mér fannst bara maður fékk það svona strax á tilfinninguna, menn voru bara beittir, menn voru grimmir og menn ætluðu ekkert að slaka á. Mér fannst eiginlega svona karakterinn sína þetta svolítið. Við komum snemma vel yfir og við hefum getað verið, sko, við hefum getað unnið þennan leik 12-0. Þess vegna, að því að menn héldu bara áfram og hversu oft höfum við verið að svona röfli við því hversu erfitt við eigum að slátra liðum og mér fannst auðvitað hefðu svona eftir á að hyggja hefðu þetta Maribor-lið átt að fara í meiri kick-and-hope-bolta og reyna einhverja Mourinho taktík og lúðra boltanum bara eins langt fram á þeir gátu og láta eitthvað hlaupa á eftir honum en þeir voru að reyna að spila fótbolta þarna og það er náttúrulega virðingarvert en þeir fengu þetta svoleiðis rosalega í andlitið og hápressan hjá okkur, sko, þegar menn eru í þessari hápressu, þessum gír að þá bara leifast ekki mistök í mótorum, það er bara ósköp mál og þannig vantaði kannski örlítið upp á, tölvöld upp á gæði í sendingum og öðru slíku í öftustu línu og þeim var bara refsað grimmilega á þetta lið er ekkert langt í frá, maður hefur séð miklu verri fótboltalið á heimavelli og mér fannst eins og Maggi og Tóti svo það var alveg ótrúlega að hlusta á heimavellin verandi 4-0 undir í hálfleik og vera komnir 5-0 undir og vitandi það að það var verið að fara að raskella það ennþá meira að þá var bara veruleg stemming og veruleg læti það er bara kútos á þá. Eitt varandi völlin sem ég var aðeins á í gær, Tóti, þið ætlaðir að spila hennar leik í sumar, ekki rétt? Jú. Hvernig standið var þessu völlinu? Hann virkaði eins og verið verra standið heldur en Laugardalsvöllur sko í október. Já, mér fannst svona eins og þegar ég horfði á leikinn í gær, mér fannst svona svolítið laus í sér. Svona að sjá allavega frá að myndaölum sko, en þegar við spilum hann, þetta var dundur teppi sko. Þetta var bara, ég veit ekki hvernig veðrið er þetta núna, en það var bara mjög gott viðar þegar við vorum hann sko, þannig að þeir hafa náð að halda vellinum í ágæti standi þá og þetta var bara svo teppi sko. Við gerast alltaf betur á svona dögum eins og þegar við spilum hann sko. Já, bara með hvað þessi borgast þessi, þá ætti nú að vera ágætis, hvað segir maður, það var til að halda vellinum í lagi, en það svo sem, ef að völlurinn var í slæmu standi, þá var það ekki hjálpað þeim mikið augljóslega. En bara svona í framhald af þessu, ef við tökum að leikina hjá FH, það var
Þetta var ekkert, sko, sjálfgefið, þeir lágu nú töluvert á þeim í seinnileiknum og var ekki, þeir skoruðu 90 mínútur þegar FH hefði eitthvað að tapa. Jú. Hvað eru FH eða önnur svona topp íslensk lið nálægt í, heldurðu, að þið komast í veit ekki hvað, meistaradeild eða allavega Europa League, svona riðlakeppni, svona. Ég myndi ekki, eins og segið, þú veist, Stjarnan gerði á sínu tíma í Evrópukeppninni, fóru mjög langt, en síðan náttúrulega kemur Inter þarna á lokametrunum, þá var þetta svolítið erfitt. En sko, styrsta leiðin er náttúrulega bara Champions League vinna þarna fyrstu 2 og þá ferur í það er ekki 4. umferð, kalla það. Ef þú tapar þar, þá dettur í sjálfkvörðin í Evrópudeildina, sko. Þannig að þú sér eins og við fáum Færeyjar fyrst, við vorum töluvert betra fótboltalið en þeir. Það sást alveg þótt að við höfum lent í smá basli heima. Já. Og við förum þannig í Maribor og þú veist, þetta er svona, töpum hann úti og síðan er þetta svona 50-50 heima og við hefum alveg getað gert eitthvað kannski en síðan fáum við mark í andlitið sem að, þegar við erum að reyna, erum all in, þannig að þetta er ekki tallánt, skilu. Þetta er bara einum heimaleik hérna, já, þetta er bara þessum leik frá því að komast allavega í Evrópu, í Evrópudeildinni. Þetta var ekkert lengra en það. Nei, þú veist, þetta er, þú veist, happ og klappa, skilju, stundum menn líka bara, það er líka detta eitthvað með þér í þessu, þetta eru topplið allstaðar heiminum, skilju, bestu liðin að keppa í sér deild og eins og segið, þarna eru út í Slóvenni, þeir eru búin að vinna þetta, ég veit ekki hvað oft þarna, heima fyrir, eru svolítið stórir þarna. Síðustu 8 árum. Ég er að segja, skilju, og fótboltinn þarna er ekkert grín, sko, þetta eru allra þjóða kvikindi sem eru þarna, Brasilíu og bara nefndu það, sko, þannig að, þú veist, þetta eru virkilega góðu knattspyrnumenn. Núna kannski erfitt að meta þetta lið. Nú eigum við þá í næstu umferð líka á Anfield og ég svona einhvern veginn leyfi mér að efast að það verði önnuris flenging. Ég bara getur ekki að vera hvar við sáum kannski ekki alveg styrkleikana og veikleikana hjá þeim við sáum kannski ekki veikleikana en ekki styrkleikana hjá þeim allir gerð. Hvar finnst þeir helst liggja? Þeir eru vanir í að sækja það ekki til lið sem ekkert að leggja vörn mikið, er það ekki rétt? Jú, þetta eru sóknari bakverðir hjá þeim, báðir, góðu kantmenn. Mér svona helst liggja í þeim, fannst mér miðjan þeirra, leikmann númer 8, Marwan Kappa, sem að spilaði þar, hann var virkilega góður á móti okkur. Og síðan náttúrulega strækjarinn Tavares, brassinn, fyrirliðinn, nýjan, hann skorar náttúrulega bæði mörkina móti okkur. Og þú veist, þetta eru bara svona gæða leikmenn, skiljum eins og þeir, hann að þessum 8 stjórnaði algjörlega spilunum móti okkur þegar við lágum, skiljum, sérstaklega úti og síðan eins og þessi Tavares sýndi bara gæði sín eins og hann úti þegar við vorum úti þá fekk hann bara 1 skallafæri og það var bara klárað bara í hornið, sko. Það var ekkert verið að flækja þetta, sko. Og erfiðu skalli líka. Þessi gæði mest líka í þessu tegum, þú veist, vörn þeirra er ekkert frábæðir, ekki góðir spilarar þar að spila út í vörnin eins og sást á móti Liverpool að við töfum boltanum þá bara unnum við strax aftur og resuðu þeim. Þú veist eins og leikurinn í gæði, skilur, Liverpool átti, ég mann þetta rétt, þá var það 26 marktilraunir, 14 á marki og 12 ekki á ramman, sko, það er rosalega mikið og eins og segi, eins og Einar sagði að þarna, þetta hefði ekki orðið stærra ef að Liverpool hefði nýtt sín færi. Þannig að við megum kannski búast endilega við, þeir komi á Anfield og ætla að reyna að halda ykkur þar. Það er kannski bara ferðin bara illa að reyna að vera í ykkur svona varðargýr. Já, ég meina samt, skilur, eins og í gær, þá reyndu þau nú að spila og það sást hvernig það gekk svona heilt yfir. En ég meina, þetta fara á Anfield, ég meina, ég myndi pakka í vörn ef ég var þjálfarinn. Það er bara park til buss og vona það besta. Við höfum nú séð það taka stund á ferðin. Já, það tókst nú ágætlega þannig að síðasta leik allavega. Þetta Maribor-lið allavega náði mun fleiri skotum á mark Liverpool heldur en nokkurn tímann. Ok. Já, þeir reyndu, skilur, og reyndu bara að spila sem bolta sem er náttúrulega virðingavert, skilur. Ef ég hefði verið þjálfari þá hefði ég nú farið bara góða gamla kikkarönn og vonaði það besta. Já, þessum leik. Og þeir hljóta að reyna það þeir komu á Anfield, ég trú ekki öðru, en ég held að sé alveg eins og Tóti sagði, það sem alltaf kom náttúrulega verið ljós, náttúrulega var það að þarna þegar varnarmennirnir eru náttúrulega verið hryllilegir með boltann og það hlýtur að vera það sem við munum svo ná að nýta okkur í þessum seinni leik. Ég er alveg sannfærður að það sá leikur fyrir ekki 7-8-0 en það er náttúrulega algjört slys ef við vinnum ekki þann leik svona tiltölu örugglega að þessi varnarmenn er ekki alveg að fara að ná að standa sér þessa pressu hvað þá ef einhver að gera sem hún er mikið aðeins á ég
að Lallana verði komin inn í það að vinna með í pressinu, sko, þá eigum við að vinna þann leik og þess að hafa ómiklar ágjörð því. Höldum aðeins áfram þarna, Maggi. Klopp var mjög ánægður í leikslok með hápressuna í þessum leik. Hann tók það sérstaklega til eftir leikinu og var líku við að vera meira ánægður með hápressuna heldur en sko mörkin 7. Ekki hægt að lesa eitthvað aðeins inn í þetta hjá honum? Það búið að vera töluverð umræða núna í þessum mánuði sérstaklega hvað pressan búin að vera mikið minni hjá Liverpool heldur en upphæðast tímabils. Það er algjörlega sama, ég er sammála því, það er það sem maður hefur kannski náð að sakna, það er alltaf flott tölfræði þarna sem hún sendir okkur, en svo náttúrulega, sko, eftir sunnudaginn, þá náttúrulega erum við í rauninni kannski fyrir utan einhvern Chelsea-leik, þá erum við búnir með þau lið sem að kannski undanfarin ár hafa svolítið verið að spila þann fótbolta við okkur sem hefur verið erfiðast að halda boltanum gegn. Við erum alltaf búin að spila mjög erfitt prógram, þannig að það kannski og City-leikurinn bara einn af þessum sem talaði á, einn af 7 leikjum skekkir myndin að vera einu færra á móti City, þá ertu ekki að fara að halda boltanum. En mér hefur, eins og ég sagt áður í þessum þáttum, mér hefur fundist pressan eiga erfitt og það hefur þá highlightað varnarvandamálin. Mér fannst til dæmis varnarleikurinn okkar í móti United bara býsna góður því að stók af United var ekki mikið að sækja en voru líka samhátt, maður mjög þéttir og hlupu línurnar sína rétt. Það er engin spurning að pressan hefur verið vandinn og ég held að kannski það komið til tvennt til í þessum leik í gær, annars er það að við vorum með þarna menn í hörku pressugýr þarna í liðinu, en svo auðvitað líka það að varnarmenn Maribor áttu erfiðara með að leysa pressuna heldur en leikmenn Manchester United, Manchester City eða jafnvel Arsenal í leiknum mót okkur, því að ef ég man rétt að Arsenal voru ekki minna með boltan, ég held að sem þá að það hjálpast alveg að vera með annars vegar vera með flotta pressu og svo hins vegar slakari varnarmenn, en það sem mér varst alltaf bara gaman í gær, eftir 10 mínútur þá hugsaði maður við sér, ok, hvað erum við að fara að sjá, en það var alveg fram á síðasta markið sem við skorum út af því að við erum að pressa boltan stíft á miðju vellinum og sækjum hratt og það er auðvitað bara það er galdurinn við Liverpool-liðið, það er það og þetta upplegg Klopp og það sem hann vill vera að gera er þetta og það er það sem að ég held að þetta tímabil standi og falli með, það er að pressan virki á þann hátt sem við viljum að hann virki, það er bara alveg klart með það. Steini, ekki að segja við samt, sérstaklega eins og Maggi kom inn á Lallana, sýnir þetta ekki svolítið mikilvægi hans og hann sé kannski ekki að skora mest og leggja hendilega upp á mörkum, upp við sögnum að töluvert í hápressinu? Ég held að það sé ekki nokkuð spurning og allir þeir sem hafa fylgst með Liverpool eftir að Klopp tók við þessu liði að svo leikmaður sem hefur tekið líklegast mestum framförum undir Klopp er Adam Lallana og það er ástæða fyrir því. Það er ástæðan svo að hann fittar óbúslega vel inn í systemið hjá hann. Hann er alveg bara drauma Klopp leikmaður. Hann er mjög kvikkur, hann er ekkert sá fljótasti svona á sprettinum en hann er fljótur að hugsa og hann er rosalega fylginn sér og góður í þessari hápressu, en það líka sjáum við bara á ummælum Klopp. Hann er, eins og þú sagði sjálfur Einar, að hann er nánast ánægðari með hápressuna heldur en 7-0 sigurinn. Þannig að þarna er greinilega eitthvað að svona smella sem hann er búinn að vera að ýta á og leita eftir. Og við höfum margoft séð þessa bestu leiki í Liverpool undir Klopp, að þeir eiga það allir sameiginlegt að það er hápressan sem er að virka. Það er, Lallana er algjör lykilmaður í því þó hann muni, þetta er bara eins og við sögðum í sumar þegar var verið að svona bæta inn í stöður annars líkt. Það er alveg draumastaða með leikmannahóp Liverpool ef að Adam Lallana er ekki orðinn partur af 11 manna byrjunarliði. Þá erum við komin á ansi góðan stað og vonandi bara kemur að sterkur inn að. Já, eins og segir skilu þetta var svo afgerðið skilu leið og boltinn tapaðist einhvers staðar á vellinum þá bara hlupu allir á eftir honum skilu og allir tilbúnir líka í það. Þú veist, það sem ég fann svolítið heillandi í gær, það var með Milner kallinn sko. Það er eitthvað finnst mér sem veitir manni öryggi. Það er eitthvað svona við að hafa hann líka í liðinu. Þú veist, kannski gefur það þessu þrejum fremstu líka aðeins kannski meiri frelsi en mér finnst svona
það eitthvað festa sem kemur með honum sem að ég, svo sem get ekki útskipt eins og þótt hann spilaði líka leftback hjá okkur líka í fyrra að það eitthvað við hann sem bara eitthvað svona, kemur einhver öryggistilfinning, ég veit ekki hvað það hjá mér. Var þetta ekki hans albesti leikur fyrir Liverpool, bara líkuðu síðan að kom? Hann var mjög góður í þessum, sérstaklega þessum leik. Tilbúin að leggja sig fram líka bara alltaf, skilur, það sem hefur alltaf verið svolítið vandamál með Liverpool með þessa stóru leiki og síðan koma litlu leikirnir. Eins og svona Milner típa sem held ég bara 100% fókust í hvaða verkefni sem kemur fyrir, held ég. Ég held að fatta ekkert hvort þetta sé stóri eða lítill leikur. Ég held að bara, hann fer bara inn og bara spila leikinn bara og síðan hann búinn. Það veitist eitthvað svona bara hálfgert vélmenni. Það virkaði þessu leik. Það var frábær í gerð, sko. Það virkaði svolítið þessu leik eins og mörgum öðrum leikjum, eða nokkrum leikjum núna þar sem hann er að koma inn, en það spila eitthvað 3 leiki held ég í deildinni, að hann náttúrulega að spila sína stöðu núna og þetta virkar svolítið hlutverki sem hann, ég held að þetta hafi klárlega verið þetta hlutverk sem hann fór til Liverpool til að spila, sko, hvað sem hann að halda því, sko. Já, ég meina, ef maður pælir í því, skilur, þú veist, þegar hendur svona í liðinu, menn mikið að leita til hans, skilur með boltan, þú veist, maður veit það ekki heldur, sko, þú veist, þetta svona, þannig mikið yfirnúlóra í spilinu, hendur svona þegar hann er inn á, en Milner kannski gerir þetta bara plain and simple, bara láta næsta mann fá hann og láta hann gera eitthvað, í staðinn fyrir hans í sjálfur eitthvað. Mér finnst Milner samt, sko, ég var ekkert alveg viss allan tíman í hvaða stöð hann var að spila í hér. Það var klárlega, Can átti að verja varnarlínuna og Milner átti að vera hann inn á miðjunni, en hversu oft var hann komin út á hægri kantinn? Ef þú skoðar heatmap leiknum hjá honum, hvað hann er að snerta boltann, þá var það gjössan út allt, sko, það virkar frekar svona frjáls, þannig séð á... Hann virtist vera með þetta frjálsræði og hann virtist alveg blómstraði því. Af því að við vitum alveg að Milner getur hlaupið alveg bara endalaust. Algjörlega. Maggi minn, viltu koma með lóðræðinu Milner? Nei, ég er afskaplega sammála þessu ekki. Já, ég ánægði með Tóta við þetta. Ég svo sem, Milner ég held að Milner sé bara algjört model professional, ég held að það sé bara þannig sem það og það var alltaf, einmitt, ég veit ákveð veist ekki gaman að vitni Michael Owen, hann talaði einmitt þarna eftir leikin eftir spjallinu að þetta svona leikmaður sem svo dýrmætt að hafa, veist, hann er bara búin að vera núna á varamannabekknum meira og minna, ég ekki endilega búin að vera sammála því að hann sé ekki búin að taka þessa bakvarðarstöðu, það er greinlega búin að setja hann inn í það að vera inn í þessari miðju þarna og hann datt bara þarna inn og var strax á fyrstu mínútu, átti þarna svaka flotta svona interception bara eftir hvað rúma mínútu sem hann var búin að skapa mikla hættu, þannig að hann var bara flottur í gær og bara gott að hann minnti á sig, þegar just það er auðvitað bara eitt af því sem við höfum svolítið verið að velta fyrir okkur, aftur erfitt að dæma þennan leik því að náttúrulega það var auðveldara að verjast þessari miðju þarna heldur en var, en það sem þegar maður hefur séð Milner live þá hann náttúrulega þyndarlaus og hann er ég held að sé mjög góður í pressu og maður hafði einhvern veginn á tilfinningunni að einmitt í fjarveru Lallana þá væri hann sá sem að vera einhvern veginn að leiða þessa pressu sem þeir voru að gera þarna. Það er engin spurning að hann svona myndi á sig við þetta hefur kannski lítið séð, alltaf Wijnaldum Can og Henderson meira og minna búin að vera þarna og Coutinho og Dottir þarna inn, en hann myndi á sig þetta í gær og bara sýndi algjörlega hvernig maður var að koma inn í svona leik, það er engin spurning. En við skulum ekki gleyma því heldur, sko, því að við erum að tala um Maribólið sem við vorum að vinna 7-0. Spartak Moskva eru meistararnir í Rússlandi og hvernig voru þeir ekki að flengja Sevilla núna? Þeir eru búin að fara og spila á þessum velli og þar hann sáleikur að mig minnir endaði með jafntefli, þannig að þetta er ekkert alveg sjálfgefið, sko. Það verður að gefa okkur þó að menn vilji tala um að mótstaðan hafi verið lítil og þar af leiðandi spila þessir menn vel. Þetta er ekkert sjálfgefið að fara á svona staði, það sem er svona stemming, í svona grefju og vinna leik 7-0 og setja met. Saman, algjörlega. Allir káringar hafa nú fagnað þessu vel og lengi í gærkvöldi. Það er eitthvað til í því, það er káringarnir fínt að koma inn á það, þeir eru lausir við þetta. En ég held og svo kannski bara svona rétt í þessum leika, það var líka alveg bara geggjaði rauninni bæði vera að koma út úr þessu raunni og vera núna að fara í Tottenham og það var líka frábært að geta bara kipt Salah til dæmis út eftir 60 mínútur, ég ætla kannski bara að maður var að taka hana sérstaklega fyrir í þessari byrjun, nú alveg ótrúlegt hvað hann virðist einhvern veginn hafa spilað í Liverpool í 15 ár bara geggjar í klukkutíma og geta bara kipt honum út í
60 mínútur og bara aðeins bara hleypt nýmunum í, alveg taka hættin ofan fyrir Chamberlain sem að klárlega hafði gott að ég koma þarna snemminn og setja þetta mark. Mér fannst hann koma líka bara sprækur inn í þetta og flott viðtal og hann eftir leikinn. Það sem hann talaði bara það, hann væri bara sallarólur, hann væri að læra inn á kerfið og læra nýtt félag. Væri bara tilbúinn núna og bara ætti mikið inni og væri bara handið sem það hann hefði gert rétt og ætti þetta að sína fólki að hann væri maður sem getur spilað fyrir Klopp. En það er þetta bara margt jákvætt líka bara í kringum en að leika allan sem var svona aðeins hristi upp í einhverju svona ofmikilli hysteríupyrringi sem maður náttúrulega við kannski rættum við sem þáttum áður. Þetta er svolítið eins og við séum í 14. sæti og búin að tapa fyrir sko Watford og Crystal Palace í þessum fyrstu leikjum. Þannig að þessi leikur er bara góð stöðpakar. Er búið að útkljá með það, átti Sala þetta mark eða Firmino? Í dag sá ég allavega á heimasíðu Liverpool að það átti Sala það ennþá, en ég sá í gærkvöldi það var búið að eigna Firmino þrennu. Ég var alveg stífur að þetta væri Firmino. Ég var alveg harður að þetta væri Firmino. Ég skráði þetta 22 ennþá. Já, það er skráð 22 ennþá þar. Það kemur í ljós, en eins og sagðir með Sala, þetta er eiginlega minn uppáhalds í dag bara. Þetta er magnaður leikmaður. Það er bara... Og líka vegna þess að menn voru búin að tala það með því að missa manni, þá er það erfitt að vera einmitt í pressinu og ná þessum hraða. Það er alltaf hana, eftir gærtagina, þá held ég að það líti betur út. Já, ég sé bara einmitt að þeir tveir eru heilir, maður. Þetta er martröð held ég að vera mútið þessu gæðum. Þetta er eiginlega sko eins og með manni, maður veit með hans hraða sko, en þegar Sala kom fyrst sko, maður sá ekki beint mikið til hans í Róma, en maður vissi að hann væri góður, en hann hleypur gigantískt hratt gæinn sko. Það er bara ótrúlegt. Ég veit, mjög gaman að hafa þulurinn sem þegar Sala var út og þá sagði hann, það var skott og það var við að klappa, kom þetta frá stúkunni, þögn með að lappa út af og það sagði, ef fólk heyrir vel þá geta mig grein, allavega 4 menn klappa á vellinum, í Fenders of Maribor, það er mjög gott í honum, bara fínt að vera að leysa þennan, alltaf búin að vera ótrúlegur innan klukkutíma, sko. Nú hefur þú spilað slatta oft í bakverði, Tóti. Hvernig heldur að sé að svona gera sér klárir í leika móti svona gaurum, Mane eða Sala? Já, ég meina, man bara eftir ég spilaði eins mótið í Chamberlain þegar var ég 21 sko. Það var semst að ég var settur í bakverðin þegar ég var búinn að skora þrennu. Ég gleymi aldrei, ég fór hann semst lék á mig, ég hoppaði aftan á hann dró mér svona 10 metra, hljópar með mig bara. Það var bara hann er bara köggull og ég held að þessi allir gæjar séu bara svona, þetta er svona svo öðruvísi þjálfað heldur en kannski flestir sem maður kemst í kynni við skilur að þetta er bara vélar sko sem að og þyngdarmúturinn á þessum gæjum er bara hann er ekki til Álíka Magga Ég vil gott að heyra líka hann hafi skorað þrennu og með þessi svona endprodukt sko hann sýndi það líka í gær, þetta gefur mér mikla vonum Chamberlain sko Já, maður veit alveg að þetta er góður leikmaður en bara eins og segja, hann náttúrulega fekk kannski ekki Arsenal það sem að hann vildi sjálfur skilu, bara fá sénsinn alveg, hann var alltaf inn og út og alltaf í þessu brasi að spila þessa stöðu og þessa stöðu ég vona bara hjá okkur að hann veri eitthvað svona endprodukt, hann er bara þessa stöðu og er bara að keppast hana og er ekki að fara að flækja þetta Hvað er alltaf að sjá hann fyrir sig? Sko ég sé hann, maður bjóst við því sérstaklega þegar Lallana meðist að hann myndi fá það hlutverk í hópnum og kannski er það því en svo líka náttúrulega Klopp er að gera það sama við hann og til dæmis Robertson að þeir bara fá 3-4 mánuði, allavega 2-3 til að spila sig inn í liðið, er það ekki bara allt í lagi með við höfum alltaf að bíða Jú, það er auðvitað en mér finnst sko þegar maður horfði á hann í Arsenal, hann spila líka svolítið inn á miðjunni þar stundum sko maður geta alveg séð hann fyrir að leysa sig eitthvað svoleiðis stöðu í framtíðinni á Liverpool Er það ekki það sem hann segir þegar hann kemur? Hann vilji spila á Jú, hann vil spila á miðjunni sko Þannig að þú veist, maður getur alveg séð hann þar náttúrulega en samt, þú veist, breiddin okkar þannig séð er bara fín á miðjunni þú veist, það er svolítið erfitt fyrir hann kannski að fara nýkomin að ætlast til að fara að taka þessa kapp út hjá okkur sem að hafa verið að spila bara fínt undanfarið þannig að það er erfitt fyrir hann að gera einhverja kröfur á okkar sæti þar fyrst mér Það er svolítið erfitt að sjá það sem eftir fyrir þennan Maribor-leik þegar Lallana og Mane eru meiddir og við sem segir móti Maribor, þú veist, ef hann fær ekki þennan leik, svona hvar á að koma honum inn en hann bara setur kútinn í það á kantinn í staðinn hann hlýtur að vera smá pirraður allavega Já, skiljanlega held ég, það er allir held ég
En hvernig horfur í þetta tótið, höldum að með pressuna, sko, það allar tölfræði miðanir yfir bara pressu, hvað lið að hlaupa og hvað anstæðingurinn lengi með boltan og allar svona tölfræði með Liverpool var á pari við City og Tottenham í fyrra, þau hafa bætt sig og Liverpool núna bara miðja deild svona hvað þetta var. Þetta eitthvað sem áhyggjur af, maður talar mjög erfiða byrjun og mikið að leikjum eða þá getið þið eitthvað séð fyrir ykkur þetta hann sé eitthvað aðlaga kerfið af þessum skyndisóknar fótbolta meira, sko. Við náttúrulega erum að fá jafn mikið að færum þannig ennþá, sko. Já, þú veist, eins og maður horfir á, eins og tímabili fyrra sem var náttúrulega bara fínskilun og þannig sem markmiði sem kannski maður setti sér sjálfur bara fyrir tímabili að komast á þessi Champions League aftur. Að pressan fyrir hann alltaf frábær og þeir sem þekkja Klopp vita að hann spila þannig fótbolta og hefur alltaf gert, sérstaklega eins og með Dortmund, að þeir voru alltaf besta liði heim í þessu á sínum tíma þegar hann var með liði í að vinna bolta og skyndisóknir en það sem ég bara mest ánægður með að við erum að vinna boltan miklu framar núna, nær marki andstæðinganna, styttra í mark og stytta að ég geta refsa í staðinn fyrir að vinna hann tilbaka í vörnin og fara þá eitthvað að breyka en við erum að reyna að vinna hann bara miklu hærra vellinum og það svona sem að hrífur mig mest að það er svo stutt í mark andstæðinganna þegar við vinnum boltan. Já, þeir eru svo fljótir líka sem að gera árásum, sko. Algjörlega. Eitthvað með ykkur þetta bæta strákar, Maggi og Steini? Nei, kannski bara eitt sem náttúrulega bara, það sem mér finnst, ég alveg sammála Tóti þessu vegna, tölfræðin sem við lásum hann í dag var flott einmitt að við erum, liðin að fá boltan meira en við erum að vinna hann hærra sem ég finnst skipta heilmiklu máli. En það náttúrulega, það náttúrulega hausverkurinn auðvitað sem við þurfum svo að bæta inn núna sem ég held að sé kannski einmitt aðlögun Klopp að enska boltanum versus sem þýska. Það sem að Þjóðverjarnir eru ekki eins duglegir að verjast, það er náttúrulega það kannski að sjá það þegar að lið leggjast svona hryllilega aftur á bak eins og rútubílstjórinn gerði þarna helgina. Að það er einhvern veginn hvernig við náum að vinna þær leiðir þar, það kom mér svolítið óvart ef við kannski má færa með að tala pressuna aðeins yfir á United-leikinn. Ég svolítið viðtalið við Mourinho, ég náttúrulega hata hann alveg innlifun en líka alveg svona fylgst með honum í einhvern ákveðin tíma, sko. Og hann náttúrulega kann þetta, hann hefur orðið meistari í mörgum löndum með því að tapa ekki þessum leikjum og vinna svo öll litlu liðin, það gerir hann er ekkert að leggja mikið þessa leikju upp öðru sem bara að tapa þeim ekki og ég hélt alltaf einhvern veginn, síðasta korterið þá beið ég eftir einhvers konar árás hjá okkur en velti fyrir mér, út af hverju það gerðist ekki, ég var Kloppur að leggja það upp og leikmenninu lögðu ekki í það sem getur alveg gerst því að mómentinn á vellinu kannski kom ekki eða var kannski Klopp bara er Klopp kannski farin einhvern veginn að laga sig að því hvernig Mourinho gera þetta, þetta var Mourinho þá að vonast til þess að geta það stólið einhverju 1-0 marki í blálókin en þá einhvern veginn endar þetta á þessum sem við töluðum báðum skák, þetta var álíka skemmtilegt skák, þannig að það var kannski það sem ég var svolítið að velta fyrir mér hvort hann eitthvað aðeins farin að gefa eftir í því, í þessum leiki fyrra það kom áhlaup þó það hefði ekki skilað sér, mér fannst einhvern veginn pressu áhlaupið aldrei koma í þessum leik, hvað fannst ykkur um það? Mér fannst við aldrei einhvern veginn gera svona einhverja úrslita tilraun til þess að gera þetta sigurmark og mér skilst að félögum mínu sem voru þarna á vellinum að svona þetta komið frustrasjón í stúkuna en umtalið að mönnum eftir leik var það we didn't even svo kom F-orðið try einhvern veginn, en kannski það líka þessi negativity en ég velti því svolítið fyrir mér hvort hann eitthvað aðlaga þessa pressugumund sína að bara ef við erum ekki náðu í gegn þá ætlum við bara treysta á það að fá langskotið eða hotnið eða eitthvað svona svipað eins og Mourinho myndi gera, hvað fannst ykkur? Ég veit ekki, ég bara næ ekki þeirri hugmyndafræði þegar þú ert með jafn dýrt og gott fótboltalið og Manchester United að þú virkilega ferð inn í leiki og talandi það að Liverpool-liðið hvað búið að einkenna það núna undanfarna mánuði, hvað búið að vera mest í umræðinni hversu ógeðslega fucking léleg vörnin búin að vera. Og hvað búið að einkenna byrjun tímabils hjá Man United? Hversu mikið þeir eru að slátra liðum? Hversu breytingin á milli tímabila mikil í því að hversu ruthless þeir eru í að slátra liðum? Síðan bara kemur þú í leik á Anfield á móti einni í slökustu vörn deildarinnar með eina bestu sókn deildarinnar og þú bara ákveður bara
Já, við ætlum bara ekkert að spila þennan leik, við ætlum bara tefla fram 11 mönnum fyrir aftan bolta og bara loka á svæði og ef við fáum boltan, skulum ekkert vera að reyna mikið að sækja fram á völl. Ég næ ekki þessar hugmyndir, sorry, þetta svo mikið fucking hugleysi að ég svona hlutum bara næ ég bara ekki. Ég á ekki til orði við þetta. Þetta ekki eftir að segja það, Tóti, að sko, þetta sem Steinn að tala núna, ég skildi þetta pirringin betur í fyrra, þar sem þeir voru að gera jafntefli í allt of mörgum leikjum, ekki bara á móti þessum stóru liðum, þetta tölfræðan í stóru leikjunum alls ekki góð, en það er rosalega erfitt að gagnrýna mikið fyrir að sækjast í og verjast á Anfield þegar þeir eru með sko, markatöluna 21-2 og er að skora 2-3 mörk í öllum hinuleikjunum. Jú, maður skilur svona alveg frústrasjónum, maður sjálfur pyrrar að horfa á leikinn sko, maður hefur oft séð Mourinho að gera þetta áður og hann er góður í þessu kallinn. Hann, og maður líka veit að sjálfur og oft hefur hann svo sem lagt rútinu svo sagt þeir, en þeir hafa samt stólið sér restina, en ég fannst bara þarna voru ekki einu svona að reyna sko, þannig að þeir fyrir alltaf fengu bara ekkert heldur tækifæri til þess, þeir geta að horfa alveg eins þannig sko, þetta voru svo flottur leikur að Liverpool á mörgu leiti. Jú, mér flottur á Liverpool skilu, því svo Lovren bara pakkaði Lukaku saman, maður sem hefur fengið mikla gagnrýni, hann átar nörgulega í flest skipti sem að bolti konu álátt honum, en það líka sást svolítið pirringurinn í honum, Lukaku sjálfum, en það er skilur málið sem ég fannst mest í þessu leik, skilur, við vorum bara fínir fannst mér, bara spilum ágætlega og allt það, en það sem ég fannst vanta í þessu leik og það var þessi pjúra strækjar sem að algjörlega sammála. Það er bara, við verum með fít, góða kantmenn og allt það, en ég hef bara verið að fá eitt Karol bara inn í box, sko. Bara kottu þessu yfir línuna hann einhvers staðar. Algjörlega sammála Tóti, djöfull í sammála þér. Það er bara málið, við erum að punga út peningu fyrir Chamberlain og þessum gæjum og erum að reyna að sæna Hafsend á 50 milljónum punda skilur, en minna, það er eitthvað sem liggur hann einhvers staðar og sem við þurfum bara að kaupa. Leikmenn sem þurfum ekki að vera svona dýr heldur, sko. En ákvæmlega, ég var að grípa þetta, við satt því maður á það til einhvern veginn að setjast niður með þessa Liverpool-stöð og það var verið á núna síðustu 2 vikum, þá búið að vera að sýna sko mörk sem að sko, við erum að taka strækarinn okkar, Rush, Suárez, Torres, ég bara fer ekki ofan að því. Okkur vantar inn í þetta leikmann sem er að þessu kalli bara eitt af þeim leikir sem við sáum var þegar Couch skoraði þrennuna þegar Suárez bjóð til öll þau mörk, leikurinn á móti United gargaði á mann, algjörlega gargaði á mann að vera með aggressívari mann inn í boxinu. Það var, mér finnst það ennþá vanta, alveg mikið sem ég finnst auðvitað vanta inn Hafsend og allt það, en þessi aggressífi boxcenter sem tekur til sín rótar mönnunni. Mourinho gerði ekkert nýtt, hann spilaði með 9 manna vörn, hann spilaði zonal defense, 4 manna línu, 5 manna línu, leiði Firmino og þeim öllum að hlaupa, bara þeir sem voru næstinni með svæðunum átuð á og þeir náðu aldrei að skapa sér svæði úr opnu spili til þess að búa neitt til einfallega vegna þess að þeir eru bara ekki einhvern veginn þessar típur og ég held að, hann er örugglega að reyna að koma svo langt í það og ég held að vandinn sé ekki bara að sá einhvern veginn að það er svo erfitt að finna svona sentera sem taka til sín en í þessum leik var þetta algjörlega evident að það bara með allir virðingu fyrir hversu geggjaðir Firmino og Salah og þeir voru þarna í Slóveníu í svona leik á móti svona massífu varnarliði þá þarftu bara sendir inn í boxið sem að hirðir eitthvað og gerir eitthvað og grípur hvern einasta djöfusins brauðmóla sem hann fær sko. Það er bara, mér fannst þessi United leikur algjörlega síðan fram á það, jafn mikið er algjörlega sammála því að mér fannst við að vera agaði varnarlega og það taka ekki sénsinn var ég ekkert endilega ósáttur við, mér fannst það bara svona pínu breyting á þessum kloppu við gert, en þarna var bara þetta argað á mig sem Tóti er að segja bara að vantar sender í svona leiki. Síðan bara við verðum að fara að nýta þessi dauðafæri sem við fáum í svona leik. Það eru aldrei endalaust að dauðafæri með þessum leik. Þannig að þessi fái sem við fáum verðum að nýta. Við sjáum náttúrulega undra markvörslu þarna frá DG
Það þetta ekki bara markvæmt það sem hafið tímabilsins, þessi markvæmt hjá hann? Jó, sko, reynda náði Hugo Lloris svipuðum undraverðum hlutum í sömu umferð á Wembley núna helgina, hann var rosalega þar líka. En síðan bara eins og þegar Emre Can fær boltan bara fyrir opnu marki og lúðrar honum eitthvað lengst yfir. Þetta á bara að vera bara easy tappin, bara 1-0 leikurinn búinn. En við erum bara ekki að nota þessi tækifæri þegar við fáum þau og það bara svo dýrt í svona leikjum sem að lið liggja mjög aftarlega og það verða ekkert mörg færi. Þá verðum við bara að grípa þessi tækifæri þegar þau koma. Móti þessu litli liðin sem liggja aftur á áfyllt, meina það? Já, nákvæmlega, ég meina við sjáum, þetta eru Burnley og Manchester United og svona lið sem að gera þetta. Ég meina, var ekki Sala líka sem tók hann að boltan af Coutinho? Var ekki hann Jú. sem var rétt framjá? Jú, ég meina, sammála þessu, skilju, þetta eru, það einmitt þetta sem Suárez hefði skorað í þessu færi, Torres, okkar Torres hefði skorað í þessu færi. Allir þessi gæðar, við þurfum ekkert að leita eitthvað langt, við þurfum ekki að kaupa eitthvað besta mann í heimi, það er nú bara að fara að horfa til Ítalíu eða eitthvað, að skoða þar, það eru menn, það er bara eins og, hvað, gæðin í Inter hana, strækjarið það til dæmis, Icardi og Immobile og allir þessi gæðar, skilu, þetta eru gæðar sem eru ekki jafn dýrar og gæðarnir sem margir eru að kaupa, sko, ef ætlum að punga út 50 milljón fyrir Hafsend, þá getum við punga út 10 fyrir góðan strækir, sko. En ég meina, Sturridge er ennþá, en maður veit alveg hvað Sturridge er góður þegar Sturridge er góður, en ég veit bara ekki hvort hann hentar akkord í fótbolta sem við spilum í dag. Klopp er líka varur að gera mig betri. Já. Hann þarf ekki eitthvað sem er á toppnum í dag. Hann hefur margoft sýnt að hann gerir mig betri, þannig að við þurfum eitthvað sem að getur tekið þetta eina skref upp undir stjórnans. Já, er þetta svona svo laggaði? Ég sá Solanke spila með múlíkar, Solanke er klárlega efni, hann er bara ekki tilbúinn í þetta strax. Ég hef alveg trú á því að getur alveg sagt með það að Solanke sé tilbúinn eftir 2-3 ára að verða bara mjög góður senter, en hann er ekki tilbúinn í það núna að fara að stíga inn í leika móti Manchester United og klára hann, sko. Nei. Held ég ekki, sko. En þú talar Suárez, Tóti, sko, hann fyrir það fyrsta tímabilið hans þá var verið að tala þetta nákvæmlega sama hann var ekki 20 marka maður og var að klúðra allt mikið af hörum. Ég veit ekki, hann er ekki kannski sama kaliber, Suárez er náttúrulega nokkurn veginn einstakur, en með færin sem að Sala er að bæða fá og skapa sér og hann er að skora bara, með mörkinast núna þá er hann alveg léttilega á leiði að verða pluss 20 marka maður allavega í öllum keppnum. Já, algjörlega sammála því. Þú sér líka bara, sko, það sem að, ef þú pælir hans í því, þá eru þeir svolítið svipaða týpur, ef maður pælir í því, vinnusamir, hraðir, en sko bara, það sem að mér finnst, við erum að spila með Firmino upp á topp, Coutinho og Sala. Firmino er engin strækjar, sko, bara við fullir vinningur honum og hann hefur gert vel, hann er ekki pjúra strækjar, sko. Það er bara þannig að við þurfum eitthvað annan, við getum farið með Firmino og kannski í hólunum fyrir aftan eitthvað svoleiðis og spila honum þar, en við þurfum eitt svona afgerandi sem er tilbúin að leggja höfuð við og koma honum yfir línuna. Nákvæmlega. Herðu... Ég var að segja, samanlega Tóta, og ég grípa þetta með Tóta. Firmino er klárlega sendir í ákveðnum leikjum þar sem einmitt að við fáum eins og þetta í gær, Maribor-liðið sem þessar eyður til þess að hlaupa inn í þegar þeir opna sig, þá er Firmino frábærið. Ég var í svo Watford-leikinn 6-1 live og geggjað að sjá hann hlaupa inn og út úr svæðum, en þegar við erum komið með þetta sem við sáum United gera og Burnley í rauninni líka, þá er hann bara ekki að virka og það er bara það sem mér finnst ef við grípum frasan að sé ekkert plan B er það kannski það sem ég leiði með pínlítið ergjum á þessum United-leik að við vorum svolítið fyrirsjáanlegir og Mourinho er alveg detailir hann í drep í vídeónum og því að hann var bara því miður búinn að reikna okkur út sóknarlega. Ég man ekki sko fyrra færið sem að Sala færir upp úr hotni og var ekki færið hans kann upp úr aukaspyrnu.
kemur þetta löng sending, ég manna ekki lengur utan að kanti, eða var það upp á opnum spili? Nei, Gómez, var ekki cross for Gómez Var það cross for Gómez? Já, ég myndi ekki hvort það var aukaspyrna eða hvort það var bara hreint cross sem var Ég held að það hefur verið opnum spili sko í kjölfari samt, hann var ennþá frammi og held út af því að var í einhverjum fyrstu leikadri áður. Já, ok, þannig að það er kannski það sem að liðið svo okkar ásóldið að vera tilbúið í það, geta svolítið miksað þetta upp sko, hvort sem það er einmitt einhver Karol-týpa eða hvort það er einhver svona þessi Suárez-týpa munurinn af Suárez og Firmino er náttúrulega bara fyrst og síðast svo gigantísk svona grimdarmunur, þannig að það er það sem er og þessi sentera sem að hann var að nota hjá Dortmund sem að voru ekkert endilega flinkir sentera Lewandowski og Barbosa, þetta voru menn sem að voru að taka til sín og voru að klára einmitt, ég man ekki hver tölfræði Lewandowski þegar hann var hjá Dortmund var eiginlega móti Bayern, það var einhver ótrúleg tala sko. Hann var líka rosalega duglegur, það er það sem var... Já, duglegur, klálega. En ég verður að segja bara, mér finnst nú Tóti ekki fara vel á stað í fyrsta podcastunum sína, hann er búin að vera sammála Maggi búin að vera sammála honum bara, ég veit ekki hversu oft það er bara ekkert jákvætt. Þetta er bara að segja Steini, við einir þurfum að tala þér saman næstu þetta, sko, þegar þú ert farin heim. Nei, ég er alveg sammála eins og Maggi segir, skilu, en bara þú veist... Já, nokkuð, það er málið, sko. Vel gert, Þegar maður horfir skilur á endplötu, skilu, þú veist, við erum með, þú veist, fram til þess að gluggan í janúar, skilu, við erum með Coutinho, hann geti farið, skilur, meina, ok, so be it, Lallana er komin aftur, þá. Það fer aldrei í janúar. Ég meina, er ekki samt viti að selja hann bara, þú veist? Ekki í janúar. Heldur að fara ekki í janúar? Nei, ég held að sé alveg á 100% þeir selja hann aldrei fyrir næsta sumar. Ítreka enn og aftur, skipt honum fyrir Suárez. Já, það var reyndar, ég myndi taka því. Ég myndi taka því gær og þeir þurftu ekki að borga pund á milli mínu vegna. Nei, ég meina það sem ég langar líka, mér langar bara svo að sjá svona senter í þessu liði, í þessari leikaferð. Það sem erum að vinna bolta, veist ég bara að hugsa þetta svo oft, bara oft þegar maður horfir á leiki þegar sem við erum í einhverju svona gýri, að vera með svona senter sem er bara étandi þessa bolta sem er að detti kringum tegin. Við varum með mann, svona, sko, Suárez var búin að skora, sko, hann var búin að skora 20 mörk á þessu tímabili, ég er bara fullyrði það. Það er bara, ég langar svo að sjá bara grimman senter í þessu liði sem er að fá 25-30 færi í leik. Það bara að fá alvöru duglegan klárana, það væri held ég geggjað. Það höldum aðeins áfram strákar, ég langar aðeins, það var töluverð umræða fyrir þennan leik það hvernig sameiginlegt lið þessara liða væri og við náttúrulega erum svona, þetta var ekki frekar Daily Mail og eitthvað svona vitlausir mailar, við erum náttúrulega nógu hlutlausir til að vita þetta. Við langaði svolítið að bara fá álit á hópnum, hversu vitlausir verum, við verðum örgulega, mannsættarmenn verður örgulega vitna í þetta podcast og þá næstu mánuðina. En ef ég rennum aðeins hratt yfir þetta bara í sammenningu, við erum nú allir sammála að markmannsstaðan er Vinnuleg, ekki? Ég er ekki sammála Magga þarna. Hann er ekki eins og sjálfur. Ég var það fyrir eitthvað fyrir steinandi sem var að glaða niður. Það sjálfsögðu ekki. Já, ekki það. Sammála Carragher við það, þetta er besti markmaður í heim í dag. Hver væri hægri bakvörður hjá þér, Tóti, í þessu liði? Það væri Valencia. Sammála því. Ríkalega góður bakvörður, í alvöru tala. Eitt svo allra best. Nákvæmlega hvað þú færi frá hann, sko, allan tíma. Ég held að sé engin mótmæli hérna hjá neinum og að vinstra megin þá, strákar. Ja, hvernig fengu þeir það út að þeir sem eru allar búin að vera með vinstri bakvörð að það er alveg sama hvað þeir nefndu, ég held að þeir eru að enda á bara Rashford eða einhverjum. Þetta er alltaf vandræðastæði á báðum liðum, finnst mér. Þetta eru samt fordómar. Þetta eru fordómar, Maggi. Ég ætla að henda einum hérna. Ég myndi henda Milner hérna. Það var vel gert, Tóti. Þú greifst þetta. Við vorum bara að skrifa handritið. Ég sammála því. Viljið þið ekki bara, þið tveir fá okkur herbyggja? Jú, það stýttist í það, held ég. Ég vil bara segja, þetta eru fordómar. Mér finnst bara, Moreno er búinn að vera eitt stöðugasti og besti leikmaðurinn okkar á tímabilinu. Og hver er búinn að vera betri vinstri bakvörður hjá Man United á þessu tímabili? Ég er alveg hjartanlega sammála Steina og ég myndi alls ekki vilja Milner eins og þið í þessu stöðu. Þá kemur þú í herbyggju með mér. Já og... Þetta stefnir í sumarbústaða? Ég tók það með Steina, það við hittumst nú, þá tók ég hverjir voru að bjóða þeim aftur. Moreno á sínum tíma, voru ekki hverjir voru á Ítalía. Vestrovic, eða ekki? Nei, það var Napoli, ekki?
helst bara að borga með honum og drífa henda manninum út. Já, við vorum ekki alveg sammála þar. Það er ekki sammála þar, en eins og ég segi, hann... Ertu ennþá að þeirri skoðun? Þetta voru ekkert einnum þetta, sko? Nei, hann er búinn að vera bara fínn núna, í þetta árið, finnst mér. Þetta er þetta vandræða staða, okkur vantar klálega einn annan mann hana, sérstaklega bara í backup eða hvað, en náttúrulega verðum við Milner Robertson. Andy Robertson. Menn er hann klár í þetta? Það er spurning. Það er verið að skóla til. Herðu, Já, við erum alltaf að gefa Liverpool þessu stöðu, hvort það er Milner eða Moreno, það er nokkuð ljóst. Klárt mál, af því að hver er í þessari stöðu hjá Manchester United? Erum við Daley Blind, Shaw, Rocco og Young? Spila móti Darmian, hann var Young, Blind, bara, það er enginn í þessari stöðu. Það er reyndar vissulega erfitt að meta þessi lið, þau spila náttúrulega alveg sikkur á tegundina á fótboltanum, það er miklu auðvelt að líta vel út sem varna með Manchester, sem alveg halda því til haga, sko. En ok, en miðverðu þá, þar getur vandast leikurinn að sjá okkur, eða ekki? Ég er alveg klár á því að ef ég ætti að velja miðverðina, þá væri Matip alltaf annar þeirra úr þessum tveimur liðum. Já, ég veit ekki alveg, Matip er reyndar búinn að vera flottur síðustu 2 leiki, mér finnst hún eiga erfitt í haust. Klárlega Bailey er besti hafsendinn af þessum sem við erum að tala um. Jú, er ekki Matip kannski að slá Jones eða Smalling út, mér finnst þetta svona, já, af því við höldum nú svolítið með Liverpool og þá kannski langar okkur að þessi Matip, en mér fannst hann ekki góður mútið Newcastle, mér ekki fundist hann ekki góður þar á undan, þannig að en bara heilt yfir síðan að kom, bara Já. Ég er alveg hrifinn af þessu leikmanni, mér finnst bara að vanta bara að bakka upp með honum, góðan hafsend með honum. Já, sennilega, sko. Það er sem að þú veist, við vorum með Carragher hann var ekki besti hafsend í heimi, en hann var góður. En hvernig heldur til þess að Matip væri í vörn Manchester, með þá cover sem hann hefur það? Já, náttúrulega. Mourinho myndi aldrei kaupa Matip, aldrei. Ég meina, Bailey er eitt besti hafsend í heimi, bara í alveg. Hann er ríkala öflugur. Og það mér finnst alltaf styrkleiki Manchester United náttúrulega bæði fyrir og núna er náttúrulega þetta, þú veist, þó við fílum ekki Jones og Smalling og Lindelof náttúrulega klárlega bara fjórði maður og spila bara einhverja varaliðsleiki, þá hefur þetta verið að ganga bara nokkuð vel hjá þeim, þessi hafsendapör, sko. Er ekki sem allir mastermenn séu sammála fyrir þar undanfara ár, sko? Já, þeir voru, í hvaða sæti voru við mörg árs í fyrra, var ekki næst síðast eða næst best eða best, þegar maður rétt? Það sem segja, eða pakkar svona í vörðinu eins og þið gerðu það. Já, ég bara segja ef maður er að horfa hvað er að virka á United frá því Mourinho kom, þá er það hafsendin, sko. Svo er þetta ekki að vinna stig fyrir þá bara í öðrum hverju leik. Það er bara, það lítur voðalega vel út. Settum Matip og Bailey að hlutast mat. Pælun hans í því, ef Ferguson hefði verið ennþá hann, þá voru Jones og Smalling bara hafsendur og þeir myndi vera örugglega besta hafsendur í heimi. Það er útrúlega, svo gæði náði út úr einhverjum gæðin sem að kemist ekki í önnur lið, sko. Wes Brown og Johnny Evans, þarf að segja eitthvað meira? Já, ég er að segja það, skilju, þetta er ótrúlega. Já, við klumum ekki að fara út í einhverjum fórtíðar að dyrkona þessum manni. Nú misti ég fótboltalistin þegar þessi tvönur kom í podcast, sko. Takk fyrir kvöldstráka mínur, þetta var... Herðu, 2 miðjumenn, 2 svona aftari miðjumenn úr þessum hópi. Það er nú ágætis úrval hérna. Ef við ætlum að vera sanngjarnir, þá er það Pogba Matic. Af hverju, hvað er Pogba búinn að gera núna? Bara þennan punkt skil ég ekki. Já, mér Pogba búinn að vera mjög flottur í því. Það er kannski erfitt að tala þessu vegna þess að þeir eru náttúrulega búin að spila á móti svo lélegum liðum, en hann hefur verið flottur í þessum leikjum og þessum klippum sem ég hef séð að þeim í vetur þannig að metist. Þá var hann klárlega hann missa meira helmingnum af tímabilinu og ég er á því að menn eru að setja Pogba Horfum aðeins á þetta samt út frá því að við erum alltaf með að allir séu heilir, sko, í þessum... Erum við á því eða? Já, við skulum halda því þannig, svona... Hann er ekki dáinn. Erum við ekki að meta hvernig tímabilið heilt hefur verið? Jú, bara hvernig myndir þú bara vilja... Ef þú væri núna, mætti velja bara hóp úr þessu, eða byrjanlegu þessu liði, hvernig myndir þú hafa það?
Ég myndi velja Matic hana fyrir framan vörnina, en síðan svona úr vöndu að ráða þegar kemur aðeins fram að hvernig í rauninni við stillum því upp. Erum við að fara að spila Liverpool-kerfi, erum við að fara að spila kerfi á hreinu. Ég myndi, þó að Mkhitaryan hafi til dæmis verið slakur á móti okkur, að þá væri alveg bara óbáslega flott uppstilling að vera með Matic þarna fyrir aftan og Coutinho og Mkhitaryan þarna fyrir framan hann. Já, ég var með annarkot þeirra fyrir framan, sko, framlíkjandi miðjumönnum. Það næsti samanburður. En þá erum við nú kannski heldur ekki að tala með það tímabili því að Coutinho náttúrulega var alltaf byrjaður þar, sko. Þannig að Coutinho átti náttúrulega ekki gott á móti United, þannig að ef við erum að fara að velja, ef við erum komin í eitthvað svona fantasíu, þá held ég að við varum, sko, ef við ætlum að fara að velja út frá því hverjir að við spila best, þá verður Steini bara að halda fyrir eyrun, því að náttúrulega það sem United náttúrulega lendi í núna það vantar þann leikmann sem kannski hefur skipta mestu máli hingað til, sem heitir Fellaini og náttúrulega búinn að var mjög góður þá hann meiddist til landsleikjunum og í einhverjum framlagsmælingum í Opta sá þeirra sem hefur verið einna grimmastur, en ég neita að velja Fellaini í nokkuð lið sem að ég myndi ekki einu sinni, sko, ég myndi ekki einu sinni velja hann sem síðasta mann í FIFA-leiknum mínum, sko. En hann aftur að spila vel. Ef ég var að velja 3 manna miðju úr leikmannahópi þessara liða, þá myndi ég alltaf velja Pogba, Matic og Coutinho. Tóta, þeir eru búin að flækja þetta upp úr rjári, sko. Þú verður að kaupa leikmann úr þessum hópi. Þetta bara út að leggja upp næsta tímabil og þú ert að kaupa hérna byrjandi út úr hópi. Hverja miðjumanna hópi? Fellaini. Ég myndi ekki kaupa hann. Ég myndi Matic klárlega fyrsta val. Ég lofa ykkur því. Hann verður það. Þetta ótrúlegt að Chelsea leyfi þessum gæði að fara. Og takk til Manchester, sko. Já, og ég myndi taka Wijnaldum með honum á miðjunni. Hvað sér? Já, ég virkilega hrifinn af þessu gæði. Bara frábær típa. Ég myndi taka Matic, Wijnaldum og síðan þetta slástandum Mkhitaryan eða Coutinho sem maður myndi það. Ég myndi örugglega velja Coutinho út frá það nú púlari, ég myndi taka hann held ég. Mér finnst Wijnaldum ennþá óstöðugur til þess að geta verið, sko, komin á þennan stað. Mér finnst hann getur verið geggjaður og svo getur hann líka alveg horfið. Þannig mér finnst það kannski vera svona hans ókostur. En mér finnst hann af þessum 4 sem að við setjum upp sem miðjumenn center, Hendokkan, Wijnaldum og Milner, það var hann svo eini sem að mér datt í huga geti keppt við hérna 4. Því að Hendokkan og Milner hafa náttúrulega alls ekki verið góður heilt yfir til þess að maður var að velta því fyrir sér. En ef ég ætti að kaupa Þetta var þetta tján, sko, en ég sammála með Pogba og Matic, sko. En ef við erum að tala Pogba, ég var að hugsa Pogba hérna framar á vellinum. Ef við erum að tala tvo í þessari stöðu, þá held ég að ég sé sammála Einari, þá myndum við væntanlega taka Matic og Pogba þar. Ef við ættum að taka tímabili núna, eins umrættur að segja það, þá myndi það líklega vera að fella inn í. Er ekki Coutinho sjálfgefinn bara af þessum komandi greina í hólunni? Jú, okkar svo ég sé svo Tóti, þetta er Mkhitaryan búin að vera mjög flottar en minna Coutinho flottasti leikmaðurinn af þessum held ég þegar hann verður farin að taka 4 af öllum sílendurum, ég held að það sé klárt. Og er það ekki eins Tóti með kantana við gefum ekkert eftir Manni eða Salah þar? Ég gef ekki eftir þar. Er þetta kannski Manchester hvað mest svona óspennandi? Ekki að tala það í þessum stöðum, þeir eru, hvað hafa þeir? Martial, Lingard og Rashford, efnilegir allir. Ég held að hann sé svo næstur í að goggið á þarna okkar megin, sko. Ég finnst þetta eru bara 2 kantmenn á heimismælikvarða sem við erum með, sko. Fullri vinningu fyrir öllum hinum. Þeir eru kannski Evrópumælikvarða eða eitthvað það hérna hinum megin. Herðu, loka spurningin strækarinn, hvað setjið þið þar? Það er Lukaku og við getum alveg talað um Zlatan ennþá og svo náttúrulega Firmino og hvað Sturridge. Það kemur til greina okkar megin. Nei, ekki bara gefið, held ég. Nei, held ég líka, það er bara Lukaku. Hvað maður velja þá? Held ég, það er Lukaku. Lukaku í litlu leikina, Firmino í stærri leikina. Já, þetta er ekki alveg að þeir vissulega hafa... Stóru leikirnir eru 4 ári, litlu leikirnir eru 15 ári, þannig að það gefur auðvitað hvað maður vill. Kannski ekki 4, þeir eru nú aðeins orðnir fleiri.
Ertu að fara að segja núna, þú sagði áðan að United var virkilega gott lið, ætlar núna að fara að tala eitthvað sem Everton sem stórleik eða? Nei. Ég hef áhyggjur af þér, Steini, ég ætla bara að segja það. Við erum að tala um Tottenham, við erum að tala um Arsenal, við erum að tala um Chelsea, City og United, ok, 5 leikir stórir. Já. Herðu, það eru að 5... Guðanabæri verði ekki að leggja mér orðið í munn. Það er samt svolítið skemmtilegt, ég veit ekki henni það. Við gefum 5 Liverpool-mönnum sæti þessu liði, það er ekki nógu gott en við verðum að taka þannig. Liverpool þarf að spila betur til að hérna á fleiri fulltrúa hjá þessu sameinaða lið okkar. Við tökum þetta eftir áramót. Mér fannst nú fyndast það sem ég sá á Twitter þegar var verið að búa til þessi lið fyrir leikinn að það var einhver hérna mikill meistari hérna og einhverju íslenskri Man United síðu, Rauðu Djöflunir. Hann kom með sitt lið og það voru 10 Man United menn og 1 Liverpool maður og það var Coutinho og hérna vinnur okkar hann Kristján Atli sem er nú ansi getur verið beinskettur á Twitter hann var fljótur að kommenta og sagði bara að hann væri bara að gjörsamlega ósammála þessu og menn náttúrulega biði eftir því að hann kæmi með alla Liverpool mennin inn hann sagði já út með Coutinho inn með Rashford þetta getur ekki staðist þetta var svona bara in your face. Herði, hérna, það er stórleikur næstu umferð en að fara en Tóti, hvernig leggst þessi leikur móti Tottenham í því núna? Þeir eru að koma frá Real Madrid og flott úrslit þar og rauninni bara flott framist það líka, kannski bilið að minnka milli ensku liðana og þessara stóru en hérna Já, er ekki gott fyrir okkur að hérna hvað þeir áttu stóran leik á útivelli? Jú, ég meina samt skilur þú sér þeir hefðu getað unnið leikinn sko hann fekk dauðafæri heitast þér fram mér stíðu heimi en hann klúraði því hann var reynda vel en ég veit ekki, ég hef aldrei með Liverpool, ég hef engar áhyggjur af leikið móti stóru liðunum innan sviga þótt við teljum Tottenham ekki stórt lið þannig séð og okkar sjónum mig, þú veist að vinna eitthvað til þess að geta talið þar almennilega en ég hef engar áhyggjur af Liverpool þegar kemur þessum leikjum þú veist, ef það væri Burnley þá hefði ég áhyggjur sko en ekki þessu leikjum Hvernig heldur það að fara inn í leika bara breytingar og hóp með síðasta leik? Já, ég meina þú veist það er erfitt ég meina Henderson, kannski kemur hann inn í staðinn fyrir Miller kallinn ég sé hann ekki breyta miklu en það fyrir því hversu fitt leikmenn eru eftir þennan leik úti, kannski eitthvað vaskaðir en ég meina, ég hefa það en ég er bara setja spurningmerki við en náttúrulega Gómez gæti komið líka inn í Já, það sé ekki líklegur og minnuleg Já, þú veist það er einu svona sem að setja spurningmerki við en hann er erfitt að breyta þegar þú vinnur 7-0 það er ekki til því Súrt þú ert ekki úr liðinu þá en það lítur að vera eitthvað meira á bak við en ég hef engar áhyggjur af þessum leikjum og ég skal bara éta það vonið mér þá ef eitthvað annað gerist. Já, ertu jafn kókrútur fyrir Tottenham? Já, ég er saman. Já, ég held að bara, já, ég er það. Ég held að þetta verði bara hörkuleikur, ég meina við náttúrulega svo séum, það er svo algjörlega klárt mál þessi árin að það er erfitt að átta sig á stöðuleika félagsins okkar þannig að það getur vel verið að við einhvern veginn dettum andlitið þarna en ég segi svo Tóti að ég hræðist þennan leik ekki beint neitt og myndi auðvitað að vera á honum, alltaf að vera á honum, bara gögnaði því á síðust stundu bara í sjálfu sér. Því að ég held að þetta sé, Liverpool og Wembley er alltaf eitthvað sem er mjög gaman að fylgjast með að sjá. Ég velti samt fyrir mér sko liðinu, mér finnst sko, ég veit ekki hvað maður að lýsa því, mér finnst í rauninni þessi karriérskipting og það núna að kippa Milner inn fyrir Henderson sem hefur eiginlega spilað í alla leiki og er fyrirliði félagsins. Það kemur mér ekkert á óvart og það myndi bara svissa þessu öll aftur, við sjáum alla mínulegi markinu. Gómez í hægri bakverði, Henderson aftur inn á miðsvæði, sko, það kemur ekkert óvart. En ég hræðist leikinn ekkert, ég held að þetta verði bara hörkugóður leikur, tveggja liða sem er að berjast. Það er svolítið gaman að sjá Tottenham vegna þess að þeir eru svolítið náttúrulega að koma úr stórum leik, þú veist, alveg pottþétt á heilmiklu skýi að vera þarna með riðarleikinn bara á góðum staði og mjög ánægði með sig eftir það, þannig að þú veist, það að trippast niður á jörðina verður alveg eitthvað smá verkefni fyrir þá sem að þetta náttúrulega ásum ekkert að gerast í atvinnumannafótbolta en ég held það svona í bakhausnum á mönnum að það er svona þetta að fara að koma úr svona stóra leik að koma inn í svona bara
deildarleik að þá sé það svona einhvern veginn öðruvísi. Þannig að ég alveg bjartsýnn á leikinn en eins og segi, kæmur ekkert óvart og við segjum Henderson og Gómez inn í þetta lið og sjálfsögðu mínu leik í staðinn fyrir þetta Trent og Milner þó þeir hafi báðir verið frábærir. Steini, ykkur þetta bæta og spá í þessum leik? Mér finnst reyndar mér hefur fundist Gómez vera svona meira solid heldur en Trent. Ég svona mér finnst það flott taktík sem hann að beita. Hann að gefa Trent sitt svið í Meistaradeildinni og hann að leggja smá traust á þar en ég hef það svona tilfinninguna að hann sé meira traust svona og vikt á bakvið Gómez og þar af leiðandi held ég að hann komi alltaf til að spila þennan leik. Þetta alltaf spurning með miðsvæði, það margir svipaðir menn þar sem eru gera allir tilkall inn í liðið sko. Þannig að ég alveg 100% að Henderson kom inn og ég geti alveg séð hann gefa Chamberlain tækifæri inn í liðinu og Coutinho á miðjunni eða? Já, henda Coutinho niður á miðjuna. Ég meina Chamberlain búinn að koma með 2 verulega fínar innkomur núna undanfarið og það nálgast að hann ætla að byrja að treysta honum frá byrjun. Þannig að Minjolei kemur náttúrulega inn, ég hugsa að Gómez kom inn og Henderson kemur inn. Þetta bara spurning hver fer þar út í staðinn. Ég meina Henderson kemur aftur, Can geti farið á bekkinn, Wijnaldum geti farið á bekkinn, Milner geti farið á bekkinn. En ég ætla svona, það erfitt að segja. En ég svona hæfilega bjartsýnn. Þetta náttúrulega Wembley og þeir eru búin að ströggla þar, þannig að ég væri svartsýnn ef þetta væri á White Hart Lane. Þannig að ég ætla að segja við tökum þetta 2-1, 1-2. Maggi? Ég ætla að glæðja Steina minn, ég algjörlega sammála. Fullkomlega sammála Steina sinni. 2-1 sigur. Það er ekki sjálfgefið að þú ætla líka. Þetta ekki oft. Ég ætla að ósammála hana. Ég ætla að jafnleikur 1-0 marningur sem við náum í restina hana. Einhvern veginn. Já, ég held að þið séu búin að dingsa út, ég segi 1-1. En þetta er herrið strákar, þetta er gott í kvöld og ég held að við kveðjum bara bilið, Tóti, takk hérlega fyrir tóna. Var ekki eitthvað punktur sem þú ætlar að koma að þarna með orðið Trent Alexander-Arnold? Nei, ég ætla bara að reyna að fá þið til að segja eitthvað að viti sem þetta, en Trent er náttúrulega búin að skora mörg núna í Evrópu og Everton. Kannski Kannski rétt í bláloginn ef einhver ennþá að hlusta á okkur að bara láta vita því, menn hafa kannski verið varið við það er búið að vera hendin auglýsingum á alls konar flotta íþróttamiðla ferðir okkar. Þannig að Eurolótsinn hefur náð að krækja í fleiri miða, var orðið uppselt í ferðina þetta fyrir einhvern tíma og náðu þetta ná í fleiri miða, þannig að við bara getum með það bætt Liverpool Everton 9. desember, við getum með það bætt við hann og væri bara geggjað að fá fleiri, við erum nú þegar konum með góðan hóp af Liverpool-mönnum sem munum gleðjast yfir því, við munum það að eftir kaup sumarsins þá erum við að keppa við verðandi meistarefni í enska boltanum í Everton-liðinu sem hann að kaupa þarna kannstillingin upp öðrum, stjórnaða besta framkvæmdastjóra sem hefur komið í enska boltan, skildist mér, já, mörgum vinum mínum, Halli BK Kjúkling, við heilsa þér, en Ríl Halli Everton, þetta var mann. Já, það Ríl Halli Everton, ég held að Halli nú reyndar ekki Kúman maður, en hann var gríðað lánaði með þetta og var vissum það að nú væri komin blái tíminn í borginni og við skulum svo sem ekkert hlæja mikið að þeim. Jú, við skulum bara hlæja mikið að þeim. Þannig að það væri bara geggjað að sjá hvort að fólk ekki tilbúið að skoða það, koma með okkur. Það er alltaf gaman á Merseyside derby. Það er alveg bara, þetta er unique dæmi og bara verður alveg hrikalega gaman. Það er bara mjög gaman að vera hægt jólafílingur og það er bara mjög gott að við skildum á úr skildum á að kríu út fleiri sæti. Steini minn, það er stækka ferðina sem voru bóloka. Einn skilabúti þín fyrir þessa ferð, Steini minn, ef þú ferðin á bar sem er búið að skreita alveg rosalega, ekki gera lítið úr staffinu sem verður að skreita barina. Einar, þú átt þetta alveg skuldlaust. Þetta var frekar ljótt. Herðu, svo ég ná nú að enda þetta aftur, Tóti, takk hérlega fyrir komuna og við fáum nú vonandi að heyri það kannski oftar í vetur og
þú er kannski aðeins að tóna niður og vera sammála Magga, það er ekki alveg. Ég skal vinna með. Bara mín var ánægð. Já, takk fyrir að koma, þetta er gaman að hafa þig. Takk fyrir. En ég þakka fyrir í kvöld.